Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er miðvikudagurinn 2. apríl og það er 2025. Það sem ég langar að tala með þessum í dag er fund þar sem að Arndís Anna, Snorri Másson og Vilhjálmur Árnason tókust á flóttamannamál. En áður en við vindum okkur í það, þá ætla ég að minna ykkur á að fara inn á partus.is/1 pæling til þess að gerast áskrifandi. Þá færðu bæði hlaðvarpið 1 pæling og pæling dagsins án auglýsinga og á undan vinum þínum. Þá ertu líka bara betur með á nótunum. En eins og segi, ef þú ert að hlusta á þetta hefðbundinu veitu á YouTube eða á Spotify eða Apple eða hvað sem þetta heitir nú allt, að þá viltu ekki láta þetta gerast aftur. 990 krónur, það er ekkert. Ég fór með svo að tjekkaði hvað Subway kostaði. Ódýrastu Subwayin er eitthvað kringum 1300 krónur. Þannig að hugsaðu það að þetta er ódýrara heldur en að kaupa sér hálfan Subway, og ef þeir líkar vel við þetta efni þá áttu að fara inn á partus.is/1 pæling og gerast áskrifandi. En hérna vindum okkur í þetta. Það var satt fundur í gær sem að var skipulagður af stúdentum, og þetta var lokaverkefni í áfanga sem heitir flóttamenn og eitthvað, áskoranir og eitthvað. En þetta var mjög áhugavert út af því að þetta var svona umfangsmikið lokaverkefni í áfanga í háskólanum, en ég samt fíla þetta mjög mikið að fólk sé að skipuleggja svona. En þar sem sagt var Arndís Anna, Snorri Másson og Vilhjálmur Árnason hjá Sjálfstæðisflokki, Snorri Másson hjá Miðflokki að sjálfstöðu, og Arndís Anna er fyrrum þingmaður Pírata og hefur mikið látið þessi mál sig varða. En eftir að Píratar dutt af þingi, þá ég held reyndar að hún hafi ekki boðið sig fram síðast, en hún hefur líklega séð að Píratar myndu ekki fá brautagengi með við stemmingunni samfélaginu eins og við sáum svo að úr varð. En þetta var mjög áhugaverður fundur fyrir margar hlutasakir. Þannig voru mjög margir mættir sem eru svona, hvað ég að segja, svona arfleið vóksins. Þetta var svona, eins og segi, vókið er náttúrulega í dauða kippunum og maður var svolítið að sjá það þarna. Þar sem fólk var að kalla fram í og láta sig svona, haga sér á frekar sérkennilegan máta með við það. Þetta var þarna fundur þar sem fólk var komið til að hlusta á viðmælendur. En einhverjir sáu sér samt færi í því að vera að góla fram í. Spurðu samt ekki spurninga sem var samt boðið upp á. Alveg sérstaklega einkennileg framkoma. En hvað það? Þetta var sem sagt það að hvernig við ættum að takast á við vendingar í alþjóðamálunum, hvort að við ættum að vera að taka á móti flóttafólki, hvernig við ættum að taka á móti og þar fram eftir göttunum. Snorri Másson sagði frekar fyrirsjáanlega að við þyrftum að herða og takast hart á þetta út af við vildum viðhalda menningu á Íslandi og að svona passa upp á það að það væri ekki að koma hingað einstaklingar í of stórum stíl, út af því að það einfaldlega myndi breyta samfélagsgerðinni. Vilhjálmur Árnason var eiginlega bara sömu blaðsíðu, en Arndís Anna alveg hinum megin við enda þess rófs. Og þetta var svolítið áhugavert út af því að þarna var augljóslega Arndís komin í aðeins meiri vörn heldur en hún er vön að vera. Þetta hefur náttúrulega breyst svo rosalega mikið frá því að Píratar dutt af þingi. Fólk er ekki með neina þolinmæði lengur fyrir svona, ákveðinni svona dellu hugmyndafræði það hvernig við eigum að takast á við flóttamannamál í Evrópu og víðar. Það er rosalega svona, þetta hefur náttúrulega verið sérkennilegt. Það er náttúrulega eitthvað af þessu ennþá á samstöðinni þar sem að fólk er með að tala fyrir þessum málstað, en við vitum náttúrulega öll að kjósendur eru ekki á þessu máli, og ef þú talar bara við einhverja venjulega heilst þetta mannesku, þá er hún náttúrulega, svona hægra megin í þessari umræðu. Ég þekki mjög marga sem voru mjög hlynntir því að vera að taka á móti fleirum sem eru náttúrulega alveg búin að svitsa yfir, og ástæðan einfaldlega er svo að við erum að sjá hvað er að gerast í Evrópu, þar sem að þessi þróun hefur verið einfaldlega algerlega ósjálfbær. En þarna var Arndís Anna mætt til þess að eigin sögn að vera eini málsvari mannréttinda þarna. Og mér langar eiginlega að byrja svolítið á þessu hugtaki mannréttindi í þessu tilliti, út af því að mannréttindi hefur einhvern veginn skolast til í svona þeirri hefðbundnu skilgreiningu sem við höfum almennt notað. Það er ekki mannréttindi að aðrir sjá fyrir þér. Það er ekki mannréttindi að lenda einhver staðar og krefjast þess að fá uppihald, mat og húsnæði.
En þannig virðist að horfa við sumum. Mannréttindi náttúrulega, sko, svo við förum aðeins aftur í tíman á því hvað sko mannréttindi helst voru. Mannréttindi voru aðalega sko frelsi frá ríkisvaldinu og ég tel reyndar að það eigi ennþá að vera hinn hefðbundna skilgreining. Mannréttindi samt núna í dag orðið það að fá fríkipis sálfræðiþjónustu, frá fríkipis alls konar þjónustu og að þú eigir í rauninni ekki að þurfa að sjá neitt sjálfur. Það almenna skilgreiningin okkar á mannréttindum og þá það oftast með tillit til Íslendinga. En núna eru mannréttindi líka orðin fyrir þá sem að lenda á Íslandi og það mannréttindi að fá uppihald, það mannréttindi að fá húsnæði, það mannréttindi að fá mat. Þetta náttúrulega mjög sérkennileg skilgreining, svo ekki sem að sagt, en Arndís Anna telur að þetta sé sem sagt það sem að mannréttindi séu út af því að hún sagðist þarna að vera eini málsvari mannréttinda og við ættum meira að vera að leggja fé og pening og orku í það að taka við fleirum, eða ég get allavega ekki skilið þetta öðruvísi. Vilhjálmur Ragnarsson og Snorri Másson voru náttúrulega því ósammála og ég held svona að ef það væri tekin púlja á almenningi heilt yfir að þá myndi það einnig vera skoðað en flestra. En það sem var kannski og stóð kannski mest upp úr var íslensk menning og það hvernig við ætluðum að takast á við augljósar áskoranir ef að lýðþróun heldur áfram með uppteknum hætti. Ég hef nú fjallað það hérna áður að ef að við látum útlendingamál vera eins næstu 10 ár eins og það hafa verið síðustu 10 ár, þá verða Íslendingar helmingur af þjóðinni á Íslandi. Og þá getum við líka spurt okkur hvað þýðir það fyrir Ísland? Hvað gerir Ísland að Íslandi? Það ef við myndum skipta út öllum Íslendingum fyrir Indverja, væri þá Ísland ennþá Ísland? Væri það ekki orðið þá frekar nýlenda af Indlandi? Þetta mjög áleiðleg spurning. Það sem náttúrulega gerir Ísland að Íslandi að það búi Íslendingar hérna og ef að þeir verði færri en helmingurinn þá kannski þurfum við að fara að spyrja einhverja spurninga það hvort að Ísland sé Ísland, hvort að svo menningarlega arfleifð eitthvað sem við þurfum að vera að halda uppi eða hvort að það muni bara einhvern veginn skólast til eins og latína eða eitthvað annað tungumál. En án þess þó að það væri einhvern veginn sagt að þá var rosalega stór hluti af þessu sneri eins og ég segi að menningu og menning eitthvað sem að ég hef rosalega mikið pælt í, sérstaklega með tilliti til þess hvernig menning breytist, hvað menning menning að mínum eru aðalega óskráðar reglur hvernig við komum fram við hvort annað. Og Arndís Anna nefndi þarna mjög ofta að hún hefði áhyggjur af því að við varum að gefa eftir okkar gildi út af því við værum ekki að sýna fólki mannúð sem að hingað kæmi. Sem að kannski, einhvers konar pæling. Ég reyndar held að svo sé ekki. Ég held að ef ég myndi lenda einhvers staðar erlendis að þá myndi ég ekki eiga rétt á því að fá uppihald og það var ekki þeir að gefa eftir mannréttindi mín og gefa eftir sín eigin gildi að segja nei, þú átt ekki rétt á því. Við vitum náttúrulega eins og í Evrópu þá stærstur hluti á heimsvísu eru þessir efnahagslegu umsækjendur, það að segja umsækjendur sem ekki endilega á flótta en sækja samt sem flóttamenn eða hæli af einhverjum öðrum ástæðum og þetta eitthvað sem að ég tel að þurfi einfaldlega að ræða. Við sjáum að þetta algjörlega komið út í óefni í Evrópu. Það hefur ekki neinu Evrópuríki gengið vel að taka á móti fólki frá erlendum og sérstaklega miðausturlenskum menningabakgrunn. Þetta bara eitthvað sem að þarf að ræða og má alveg ræða og það sem að var náttúrulega á þessum fundi sem ég búin að vera að tala mjög sérkennilegt að þarna var talað það að Snorri Másson væri að viðhalda einhverju hatursorðræðu þó svo að hann væri frekar að mínum mjög vanilla í þessari umræðu ef ég á að vera alveg hreinskilinn. En þarna var sagt að hann væri bara einhvern veginn að viðhalda einhverju hatursorðræðu, þarna var gjammað fram í eins og hann væri að segja eitthvað algjörlega galið. Hann var bara mjög hófstiltur og var bara einhvern veginn svona frekar mikið á afturlöpunum að segja, ekki einhverja spurningar sem við þurfum hérna að vera að spyrja. Þannig að þetta mjög sérkennileg staða hvernig þetta allt orðið út af því að allir eins og í Evrópu þá fólk alveg búið að gefast upp á því að það einhvern veginn allir vondir sem hafa einhvers konar áhyggjur af þessu. Það bara ekki þannig lengur og það náttúrulega sérstaklega við Bretland þar sem að þetta orðið mjög vont. En
Aftur að þessum óskráðu reglum. Sko, nú eru mjög margir sem að segja til dæmis í þessum umræðum að þetta sé ekki áhyggjuefni út af því að það sem er náttúrulega að gerast náttúrulega, jú, það er fólk með erlenda bakgrunn að koma og að það kann að vera stundum erfitt, en við þurfum ekkert að hafa ágjör að því út af því að ef það er einhverjir vankantar að þá er bara mun dómskerfið koma til með að leysa það. Sko, athugið það að vararíkissaksóknari hér á Íslandi var ofsóttur í 3 ár áður en að það var eitthvað hægt að gera, sem var endar ekki eins og út af því máli heldur en einhver öðru. Þannig að sko þegar fólk er að segja við okkur að þetta sé einhvern veginn allt í góðu út af því að það er bara dómskerfið sem er komið til með að taka á þessu, að þá er það einfaldlega ekki þannig. Menning okkar byggir aðalega á óskráðum reglum. Það er að segja reglur sem að ekki kannski til þess fallnar að veita refsingu fyrir, heldur einhvern veginn sem að við gerum ráð fyrir að fólk viti. En við erum einhvern veginn komin á þann stað samt sem áður að við erum ennþá að ræða þetta á svona nokkuð sérkennilegan máta, þó svo ég hafi ekki áhyggjur af þessu. Við vitum alveg að það eru svona flestir sem eru að tala á þann veg að þetta sé ekkert áhyggjefni, einfaldlega bara stimpla sér sjálfkrafa út úr umræðinni. Við sjáum hvað er í gangi á Leifsstöð, við sjáum hvað er í gangi á Völlunum, við sjáum hvað er í gangi í Breiðholti, það sjá allir að það er eitthvað að. Og það þarf bara að ræða það. Bretland er búið að fara í gegnum þetta, Svíþjóð er búið að fara í gegnum þetta, Danmörk er búin að fara í gegnum þetta, allar þessar þjóðir eru búin að fara í gegnum þetta og það er líka ástæðan fyrir því að þau eru að taka harðar á þessu. Þannig að við erum í svolítið lúxustöðu að vera ekki komin með þetta út í algjört óefni áður en að grípa í taumana, en það þýðir samt ekki að við getum verið eitthvað værukær. Óskráðar reglur, sko, dæmi óskráðar reglu er til dæmis eins og það að þú öskrar ekki á konu sem er að gefa barninu sinna brjóst og þú horfir ekki á hana svona með dæmandi augum, þú lætur henni ekki líða óþægilega, ekkert af þessu er bannað. En þetta er aftur á móti hluti af óskráðum reglum í okkar menningu. Annað dæmi er til dæmis að þú öskrar ekki á konu út á götu að þú viljið sofa hjá henni. Þú kallar ekki á eftir henni, þú ert ekki að ónáða hana að óþörfu. Þetta er annað dæmi óskráða reglu. Ekkert að því er bannað samt, það er ekkert bannað að gera það. Það er ekki bannað að fyrirlíta konur og gera þeim það ljóst fyrir það að vilja ekki hylja hár sitt eða hylja aðra líkamsparta. Ekkert að því er bannað. Þér er frjálst að fyrirlíta konur sem að leyfa sér að vera allir í bikini, leyfa sér að birta myndbönd af sér á einhvern máta sem að er þér óþóknanlegur. Allt þetta er leyft. En það er aftur á móti óskráð regla í íslenskri menningu að þú ert ekki að láta henni eða láta hana vita af því að þér þykir það. Þú ert ekki að reyna að skammast í henni og fleira þar fram til götunum. Eitt sem ég langar að sýna í þessu tilliti er myndband þar sem að kona er til viðtals, eða hún er ekki til viðtals, hún er í einhverju yfirheyrslu þannig í Bretlandi þar sem að sonur hennar hafa gerst sekur það að hafa einhvern veginn vanhelgað eða valdið óheiðri gagnvart Kóraninum. Og þarna sem þetta lýsir móðurinn því að hún sé alveg miður sinni yfir þessu og sonurinn sé alveg miður yfir þessu og að hún er að biðja þarna einhverja vægð. Við skulum aðeins horfa á þetta myndband og svo ætlum við að ræða. I know that what my son has done is disrespectful. He didn't have any malicious intent, but he's a very, very silly 14-year-old boy. Who does have some challenges. He does suffer with high functioning autism. It means that socially he doesn't always realise what is appropriate and what's not appropriate. And on this occasion, he has been completely disrespectful. He hasn't understood how sacred your holy book is. We sat down and we researched about the Quran. We learn obviously that it is a very, very sacred text, that you must wash your hands before you touch the Quran. It must be kept high. You can't just read from the Quran. He's very, very apologetic. He's very remorseful. He hasn't eaten since Wednesday afternoon when this occurred because with his autism, it's put his anxiety to a level where he is beside himself. We have had to call the police. He has received death threats. He has received threats that he will be beaten up if he goes back to school. He's absolutely petrified. But I don't want anybody to be prosecuted because of the stupidity of my son and his friends.
So it was more about making sure that he's safe and just having those conversations. Þannig kona, sem augljóslega ekki múslimi, búin að hylja hár sitt í yfirheyrslu frá mönnum sem horfa ekki einu sinni á hana. Þannig hann með krosslaðar hendur sem augljóslega merkið þess að hann þannig alveg brjálaður yfir þessari stöðu og út af því að einhverfur strákur hefur verið að fá líflátshótanir fyrir það að vanhelga trúaritt. Evrópa barðist í mörg hundruð ef ekki 1000 ár fyrir því að geta gagnrýnt trúarbrögð. Þarna erum við komin á stað sem algjörlega stjórnlaust galinn. Það kona þarna að hylja hár sitt, að biðjast afsökunar á því að einhverfur sonur hennar sé að fá líflátshótanir. Þetta það sem við erum að tala um. Ekkert af þessu fyrir utan líflátshótanina kannski, sem kannski eru koma frá einhverjum óljósum reikningum á samfélagsmiðlum eða eitthvað þannig. Ekkert af þessu ólöglegt. Ekkert af því að gera þetta henni, þar að segja, að fá hana þarna til að hylja hár sitt, biðjast afsökunar á því að sonur hennar hafi vanhelgað eitthvað trúaritt. Ekkert af þessu ólöglegt. Það alveg allt þarna sem við kemur þessu löglegt að undanskildu því að strákunni sé að fá líflátshótanir sem einhvern veginn látið og af talið út af því að það ekkert það alvarlegasta í þessu heldur það alvarlegasta það að hann hafi vanhelgað eitthvað trúaritt. Þetta algjörlega stjórnlaust galið en þetta að gerast í stórum stíl í Bretlandi. Þannig að þegar við fáum Hallgrím Helgason eða einhvern annan sem hérna, við hvað ertu svona hræddur? Við hvað ertu svona hræddur? Það þetta sem við erum svona hrædd við. Whitechapel in East London. A hardline vigilante group is trying to impose Sharia law on unsuspecting members of the public. Muslim area, okay? Alcohol, bad. This is a Muslim area. It's not just drinkers being targeted. Yeah, you're a gay, mate. Get out of here, mate. Get out of here, you fag. And women wearing skirts above the knee are also being harassed. To not dress like that in Muslim area. Only a handful of men are involved in the self-styled patrols. 5 have been arrested on suspicion of harassment, but we joined others who haven't been picked up by the police. These men claim they're simply tackling drunken behaviour where alcohol's already banned from the streets, but they do share many of the same hardline beliefs as those arrested. Alcohol is causing so much problems in the area. In fact, it's blighting the area. It causes crime, it causes people misbehaving and drunken and disorderly behaviour. Would you condemn then the more intimidating patrols where they seem to be trying to impose Sharia law in a part of London? I'm not here to condemn or condone anyone's action. What I'm here to say is that there's a problem. But Britain isn't the only country struggling to contain such behaviour. In Denmark, an Islamist from another so-called Muslim patrol stands menacingly outside a polling station, vowing to stop Muslims voting. In Belgium, these extremists want existing Sharia courts, which handle family matters, to be expanded to cover criminal matters, including un-Islamic behaviour in Muslim areas. And in Lerida, Spain, hardline Salafist groups have angered locals by demanding pet dogs are banned from public transport and Muslim neighbourhoods. Several dogs have been poisoned. Leading British Muslims like Baroness Varsi have warned their communities need to integrate better into wider society to stop extremism. In a speech in November, she said, "We've been treating our communities like foreign embassies, where rules from abroad apply and wider society keeps well out of it. And for too long, cultural sensitivities have often led our leaders to become morally blind." But there is evidence that the lack of integration is partly because in many cities across Europe, white people are moving away from ethnically mixed neighbourhoods. Even without many whites consciously fleeing, you can get a change that's quite dramatic in the character of an area. So here in London, between 2001 and 2011, an area like Barking and Dagenham, a third of the white British population has left. Muslim patrol, move away from the mosque. Enormous demographic changes resulting in profound challenges like the so-called Muslim patrols, which the communities themselves are now trying to tackle. Og þarna kannski komum við að svo fjölmörgum atriðum, til dæmis bara það að sé stór hluti af þeim sem að tala fyrir því að þetta allt svo frábært, við getum bara fengið hvern sem þetta ekkert mál, þetta aldrei fólki sem að þarf að takast á þessar aðstæður. Ég í þessum inngildingabransa
ef ég á að kalla hann það, sem ég ætla reyndar ekki að gera út af því að fólk hafa aðlagast, ekki inngildast. Við sem erum í íþróttastarfi erum að fá til okkur einstaklinga sem eiga erfitt oft á tíðum en finna sér í íþróttum. Það er algjörlega frábært. En það er engin áhugi hjá þeim sem með að tala fyrir því að þetta sé ekkert mál, þetta er bara frábært, lifa einhvers staðar í 101, eru svo líka að tala um transmál og málefni samkynhneigðra, hafa samt ekkert það að segja hvert viðhorf til dæmis múslima eins og í Bretlandi gagnvart samkynhneigðum, þar sem ég veit ekki, ég held að sé rétt tæpur helmingur sem að segir að það ætti að vera ólöglegt. Við erum að einhverju leyti bara í einhver svona leikhúsi fáraleikans, þar sem við þurfum að vera að láta að gera grína á okkur en samhliða því að hlæja brandaranum. Það er að segja, viðhlægjandunir erum við og ef við erum ekki tilbúin til þess að hlæja þessum brandurum að þá einhvern veginn erum við vonda manneskjur. Þetta er eitthvað, ok, reyndar þetta bara búið en ég held samt að þurfum við að negla hann í þessa líkistu því að þetta er eitthvað sem er áhyggjuefni allstaðar í Evrópu og ég skil ekki hvernig það ætti ekki að vera hérna. Ég var að hlusta á viðtal við leigubílstjóra núna fyrir skömmu þar sem hún segir einfaldlega að hún er hætt að fara upp í Leifsstöð út af því að það er ekki hægt að vera þarna út af ákveðnum hópum sem að í rauninni halda öllu gíslingu. Ég hef verið í þessari stöðu, það er að segja ég var að keyra leigubíl hérna árið 2018 þar sem að staðan var allt önnur, þetta hefur gerst ótrúlega hratt. Þar voru engir útlendingar að hafa afskipti af þeir og það voru náttúrulega bara inn í bílunum sínu, það var fullt af útlendingum að keyra en þeir aftur móti hafðu ekki afskipti af þeir. Þetta virkar svolítið svona, sko, ég náttúrulega býr í Reykjavík, þannig ég byrjaði alltaf hérna túrinn á því að vakna eldsnemma á morgnana og þá reyndur að fá túr upp í Leifsstöð. Það var rosalega gott að fá túr upp í Leifsstöð, þá var það kringu 16.000 krónur, fekkst túr, keyrður upp í Leifsstöð og fórst svo í röðina sem er svona þessi umtalaða röð sem er vandamáli núna. Þetta er þess að þannig að röðin eru 3 bílar og fyrst fer 1 bíl fremst og annar bíl beint fyrir aftan en svo raða þessir 3, það var allavega þannig þegar ég var. Þú keyrir ekki áfram fyrir en að allir 3 úr röðinu fyrir framan eru farnir áfram. Þannig að þetta er alltaf þannig að sá sem er lengst til hægri var alltaf fyrstur, svo sá sem er í miðinni og svo sem er lengst til vinstri og svo kom ný röð. Þetta er vist algjörlega búið, það er engin heiðursmenning í þessu lengur. Algengt var til dæmis ef að fólk kom og ætlaði að taka leigubíl í Keflavík að þá voru margir sem að vildi ekki rúndinn og það þótti svona mjög ósiðlegt að vera einhvern veginn að reyna að komast hjá því að taka rúndinn út af því að sumir eru bara óhefnir út af því að þú vildir alltaf náttúrulega fá dýrasta rúndinn sem að var í Reykjavík. En í dag er þetta bara orðið þannig að það eru þannig hópar sem að einfaldlega neita að taka túr í Keflavík, neita að taka túr einhvers staðar hérna í Njarðvík eða einhvers staðar hérna á Reykjanesinu út af því að þeir ætla bara að taka Reykjavíkurrúndana sem að þeir svo rukka mjög mikið fyrir líka. Þetta er önnur óskrá regla sem að við einhvern veginn erum bara búin að vera tilbúin til þess að segja já og amen við. Eyjólfur Ármannsson er að gera eitthvað í þessu núna en þetta er algjörlega stjórnlaust galið. Það er engin virðing borin fyrir neinu og við sitjum bara og segjum já og amen. Og athugið það, þetta myndband sem ég var að sýna eitthvað núna rétt í þessu svona Muslim Patrol er fyrir 12 árum. Vandamálin hafa aukist gríðarlega allsstaðar. Ég meina á þessum tíma þá var verið að tala Svíþjóð sem bara eitthvað svona þar sem þetta gengi allt vel og væri bara allt frábært. Nú erum við bara með no-go zone og allir vita það að Svíþjóð er í klessu út af þessu og að þeir munu, ég veit ekki einu sinni hvernig það endar en ég hef aftur á móti mjög miklar áhyggjur að það endi mjög illa sama gildir hérna Bretland. En ég ætla að spila fyrir ykkur myndband af Christopher Hitchens þar sem hann er að tala þetta held í 2008. Þannig að við erum að tala að þetta hefur þróast ótrúlega hratt til vegar en samt var fólk að vara við þessu fyrir mörgum, fyrir 2 áratugum nánast. Horfum á þetta myndband. But who is the one under threat? The person who promulgates this and says, I'd better listen because if I don't, I'm in danger? Or me, who says, oh no, I think this is so silly, you could even publish a cartoon about it. And up go the placards, and up go the yells and the howls and the screams. Behead those. This is in London, this is in Toronto, this is in New York. It's right in our midst now. Behead those who cartoon Islam. Do they get arrested for hate speech? No. Might I get in trouble for saying what I've just said about the Prophet Muhammad? Yes, I might. Where are your priorities, ladies and gentlemen? You're giving away what's most precious in your own society, and you're giving it away without a fight, and you're even praising the people who want to deny you the right to resist it. Shame on you while you do this. Make the best use of the time you've got left.
This is really serious. Og það þarna sem ég nákvæmlega sammála Christopher Hitchens eins og svo margt. Við ættum náttúrulega að skammast okkar fyrir það að vera yfir höfuð að gefa eftir í þessum efnum. Það meikar ekkert sens að við séum einhvern veginn að gefa eftir, sérstaklega þegar fólk að koma til Íslands út af neyð sem oft á tíðum hefur að gera með nákvæmlega það sem að fólk vill síðan innleiða hingað. Það ósjálfbært. Og ef við ætlum að vera einhverjir aumingjar gagnvart þessu, að þá munum við bara lenda á sama stáðu í Evrópu. Það ekki hægt að vera að gefa eftir í þessum efnum út af því að það einfaldlega leiðir til menningar árekstra. Ef að fólk að koma til Íslands, þá það að flytja til Íslands. Það bara krafa sem að þarf einfaldlega að vera fyrir hendi. Og það krafa sem ég held að langflestir sem eru hingað að koma eru tilbúin til þess að lúta. En að einhverjum ástæðum þá eru við alltaf einhvern veginn að reyna að þóknast þeim sem að ganga hvað harðast fram í því að brjóta niður menningarleg gildi þeirra þjóða sem við fara til. Og það þessi meðvirkni sem algjörlega ástæðan fyrir því að Evrópa komin í ógöngur. Og það þessi meðvirkni sem við erum jafnvel að sjá fólk enn þann dag í dag tala fyrir. Þetta galið. Og við höfum ekki að vera að láta berja okkur í svaðið með þessu. Til þess að negla annan punkt, þá langum að sýna ykkur annað myndband með Christopher Hitchens. There was a huge debate recently about whether or not women in Britain should be allowed to wear not the chador or the just the scarf, the headscarf, but the all-enveloping veil which only allows a slit of this kind. And we should allow it because it's Islamic and because the Quran calls for women to cover their head. Now the Quran doesn't call for women to cover their head. There's no such call in the Quran. There is probably only one society in the region, now that the Taliban has been removed, namely Saudi Arabia, which calls for women to have their faces covered. If you went out like that in Turkey or in Tunisia, for example, you would actually be arrested. You're not allowed to do it in Muslim societies of this kind. Yet in London, it's considered that the most extreme must be the norm, lest we be accused of being insensitive to Muslims. This is the way the ratchet gets turned. An elected member of the Netherlands Parliament, a man called Geert Wilders, was recently arrested and deported at London Airport and sent back to Amsterdam because he'd made a film criticising the Islamization of Holland, which is being a campaign of violence, including the murder of Theo van Gogh, a descendant of the great painter who'd made a film about the oppression of Muslim women in Amsterdam. Our Archbishop of Canterbury, Dr. Rowan Williams, and he says that he thinks that the United Kingdom should have Sharia law for Muslims. No Muslim had demanded this. No Muslim imam had yet felt strong enough to dare demand that there be Sharia law in Britain. But the Archbishop of Canterbury says, well, let's make nice. Let's give it to them before they ask for it. Let's cry before we're hurt. Let's concede before it's even been demanded. This is a civilizational question to me, and it must be resisted. The United Nations non-binding, so far non-binding resolution, which has carried now for 3 years, and was carried again this week, sponsored by Pakistan, a country for which we pay, wants to tell us what we can say and what we can think in our own country. And it says that we mustn't ever use the word Islam in any sentence that includes the words violation of human rights, for example. Now this is in the week when the government of Pakistan has handed over to the Taliban its most fertile valley, this valley of Swat, 100 miles from the capital Islamabad, and said, you can run this valley, militarily and legally. You can have Sharia law and you are the police and the enforcers of it. And you can close all the girls' schools. But we can't say that your religion is anything to do with the violation of human rights. It's preposterous. Já, það einhvern veginn ekkert fleira sem þetta hægt að segja. Þessi fundur, eins og ég segi, var náttúrulega stórkostlega undanlegur. Sem betur fer engin sammála þessu lengur að undanskildum einhverjum nokkrum hræðum. Þannig að þetta horfir alltaf betri við. Maður ennþá að sjá stórkostlega undanlegar umræður þetta á samstöðinni. En eins og ég segi, þetta horfir alltaf betri vegar. En ég held að fólk þurfi bara að vera vakandi fyrir þessu því að þetta ekki eðlilegt að ætla að gefa eftir öll sín menningagildi undir þeim formerkjum að þú sért að vera eitthvað umburðarlyndur. Það ekki umburðarlyndi að gefa eftir nein menningarverðmæti sem að hér hafa verið sköpuð og þar á leiðandi áttu bara einfaldlega að hætta þig og standa í lappirnar ef að eitthvað svoleiðis að ræða.
Að lokum bara, þú veist, Ardís Anna talaði ótta, að þetta var allt ótti sem að væri. Ég meina, þetta það sem fólk hrætt við. Fólk hrætt við það að séu einhverjir aðilar að koma hingað sem vilja innleiða sharia lög. Þá segir fólk, að nei, það nú bara einlengin að því. En meina, það var örugglega eitthvað sem einhver umræða sem var líka að eiga sér stað í Bretlandi fyrir ekki svo löngu. Nú sjáum við það bara að það verið eitthvað hátt hlutfall, það hærra hlutfall í Bretlandi sem vilja innleiða sharia lög heldur en í Tyrklandi. Og ég held að þetta sé bara stórkostlega einkennileg þróun og ég held að þurfum að grípa í taumana. Ég held að við þurfum bara að standa líka bara í lappina gagnvart öllum öðrum menningarlegum málum sem að hafa með þetta að gera, fyrirlitning á konum og horfa á konur sem hylja ekki sig sem einhvers konar, já, ég veit ekki hvað skal segja, bara konur sem á ekki að bera neina virðingu fyrir. Ég veit alveg að það eru konur til dæmis sem eru mjög vinstrisinnar og voru á allt öðrum stað í þessum málefnum sem að eru núna loksins einhvern veginn að ragna á rótinu, en já, ég hef svo sem ekkert mikið meira þetta að segja. Ég ætlaði eitthvað að fjalla mjög einkennilegt viðtal kristni og islam sem það heitir á Rauðaborðinu. Ég mæli bara með að fólk tjekki á því þar sem að var mjög einkennileg umræða það hvernig allt, svona öll gagnrýni á islam og annað væri hatur. Ég meina, við börðumst í mörg hundruð, það voru háð ótrúlega mörg stríð til þess að við ættum rétt á því að gagnrýna trúarbrögð, en að einhverjum óskiljanlegum ástæðum þá ætlum við bara að fara að innleiða það að við megum ekki gagnrýna trúarbrögð út af því að það heitir umburðarlyndi. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ég veit að það margt af því sem ég búin að vera að segja hérna sem ég að segja enn og aftur, en ég bara held að við þurfum að standa í lappirnar. Gerið það, takk fyrir að hlusta, skoðið samstarfsaðilana mína. Eigið við á viðskipti. Ég vil að eigið við á viðskipti, það myndi hjálpa mér að þið myndu koma til með að eiga við viðskipti. Happy Hydrate, Ljárdalur.is, Alvöru Bón og Pólsen. Kíkið á þetta. Takk æðislega fyrir að hlusta og þangað til næst.